það öllum frjálst að trúa öllu því sem að þeim svo sýnist hér. Ef að kona í Miðausturlöndum ákveður að henni sé bara frjálst að trúa því sem hún vill og hún ætlar ekki að hylja hárið sitt. Nú Miðausturlönd mjög stór. Þá, já, en bara í megin hluta eftir bara... Það fer svolítið eftir hvort þú ert að tala þú veist, lönd eins og Íran, það sem klerkaveldi, eða þú ert að tala bara Egyptaland. Íran, Afganistan, Írak, Sýrland, bara vel flesta þessar staði. Þá það bara þannig. Það eiga þessi lönd sammert, þau eiga það sammert að hinn vestrænu gildi hófu einhvers konar stríðisrekstur og innrás sem urðu til þess að það komist einhverju öfgahópar til valda og sannarlega kúa konur og það ekki góð og karla líka. Heldur það sé rótina þessu? Innrás Vesturlanda í Miðausturlönd? Að mörgu leyti, já, þá það svo. Ég held ég geti ekki verið alveg sammálaðir það, sko. En ég meina, þú veist, við verðum að, vita hvort við getum verið sammála það, að þú veist, í menningu íslam að það, þú veist, konan nýtur ekki sömu stöðu réttinda og konur á Vesturlöndum. Í Kóraninum sjálfum, þá konan, henni einmitt gert mjög hátt undir höfði og konan Að hvaða leyti? Konan bara höfuð alls og móðirinn og móðir náttúrulega Marja Mey mikið talað, það heill kapli Marju Mey í Kóraninum. En konur ráða í meginatriðum ekki sínu eigin lífi, frá vöggu til grafar. Ég veit ekki af hverju þú segir það ekki þannig. Jú, það þannig, að þegar þú ert ung kona, að þá, þú veist, þú mátt ekki fara ein út að labba nema að þú sett með bróðin eða pappa en maður. Það nákvæmlega eins og vill ofta vera hér. Nákvæmlega það sem ég var að tala. Ungar konur mega fara út einar að labba hér og það mega vera fullanir í bæ í stuttu pilsi, þú veist. En það mega það svo sem alveg annars staðar en ég meina það kannski drekka ekki. Nei, það mega það ekki annars staðar í Miðausturlöndum. Það alveg klárt. Nú hef ég verið í Miðausturlöndum og ég var nú bara eins og ég venjulega, og það var ekkert vesen. Það bara alveg voðalega lítið vesen fyrir mig. Þetta snýst bara að velja að iðka eitthvað trúarbragð og auðvitað ef þú ert fæddur inn í eitthvað kúltúr þá þú velur ákveðnar leiðir en það breytir því ekki að þegar fólk kemur hingað og sækir bara í sín sjálfsögðu mannréttindi að komast burt úr erfiðum aðstæðum. Viljum við þá ekki einmitt frekar að segjum að þetta séu ýkt kúaðar konur viljum við þá ekki einmitt að þær komi hingað til þess að hjálpa þeim út úr þeirri kúun? Jú, en við erum að hjálpa þeim út úr þessari kúun við viljum ekki að þessi menning verði normaliseruð hér og það málið en hún verður það ekki sjáðu til Ísland mjög skammt á við að komið í þessum ströymi innflytjenda miðað við það sem gengur að gerist í Bretlandi, Þýskalandi, Svíþjóð. Þegar að þessi mengi orðin miklu stærri og það verða svona múslimsk samfélög innan þjóðríkisins sem það flytur inn til. Að þá verður þetta þá bara Íslam bara lifir sjálfstæðu lífi í Bretlandi, í Þýskalandi, í Svíþjóð og hingað þetta ekki orðið svo þetta ekki það margir múslimar á Íslandi en Guð hjálpa okkur við vitum að fólksflutningar eru að miklu leyti frá Miðausturlöndum eða Norður Afríku til vestrænna ríkja. Já, en við þurfum að spyrja okkur af það ekkert í hina áttina. Ég til dæmis, veistu hvað væri æðislegt? Ég meina, ef að fólk svona óbærslega mikið á móti því að palestínsk fólk komi hingað í stríðinstraumum, þá ætti það að mæta á frjáls Palestínu mótmæli og mótmæla því þjóðamorði sem eiga sér stað þar, svo að fólki getið þá allavega verið bara heima. Við ætlum að tala um það líka á eftir. En Marja, við verðum að ég verða að fá að heyra þig segja, ég meina konan í Múhameðs trú eða í Íslam hún klárlega ekki jafn rétthá eins og hinn vestræna kona. Ég veit ekki hvaða múslimakonur þú hefur verið að tala við af því að það múslimakonur sem ég þekki þær myndu bara hlæja við þess. Til dæmis, tölum hijab eða burku sem alveg mjög öfgakenndur klæðnaður. Finnst þér að því að þú er alveg upp hér en svo náttúrulega bara öðru sem að finnst ég verið í eitt öfgafullum klæðnaði og þú veist, ég meina, við þurfum bara átt okkur á því. Okkar vestræna menning segir annað. Og tíska og straumar og svo náttúrulega bara mjög þægilegt að vera í víðum fötum í eyðimörkinu. En ertu ekki sammála því að kona sem þarf að hylja allt nema bara rétt fyrir augun á sér
að það sé kúgunartæki og öfgakendur klæðnaður? Sko, það fer eftir því hvort þú velur það sjálf eða ekki.